Komiði sæl og blessuð. Þessi hökuprúði maður með bartana og löngu skankana engin annar en Glanni Glæpur. En sá sem leikur hann heitir Stefán Karl Stefánsson og býr í Kaliforníu ásamt konu sinni og börnum. Stefán Karl leikur reyndar þessa mundir annan furðufugl þar vestra og hefur komið fram í fjölmörgum leikhúsum og fengið fantagóða dóma. Þið eruð að koma frá Ameríku og alkomin eða hvað? Nei, ég mikið spurður að þessu hvort að við séum flutt til Íslands og ég sé alltaf nei, við fluttur í Latabæ. Já, sem hérna í tökum upp í Garðabæ. Já, þar sem þú ert að vinna. Þar sem ég ætla að fara að fremja glæpi. Já. Og þá kom í ljós að þú varst orðinn svo feitur og þú komst ekki í búningin. Akkurat. Var bara, það vall bara allt upp úr og ég var orðinn rasslaus og flatbrjósta sem var alltaf gengur engan veginn. Og þetta var mér gríðarlegt áfall. Og líka að horfa á Magnús Scheving sem kominn yfir 45 ára aldur og sennilega í betra formi heldur en allir til samans sem starfa þarna frá. Já, Magnús hefur brugðið. Já, og það var einhvern veginn, ég var bara sendur með neyðarflutningum upp í CrossFit Reykjavíkur til þess að hefja æfingar. Og það engar smáæfingar sem okkar maður leggur á sig til að losa sig við auka kílóin. Við erum bókstaflega að tala eins konar heræfingar. Þetta eru svakaleg átök. Þetta eru gríðarlega átök fyrir svona letingja eins og mig. Þú ert alveg þarna við þolmörkin. Já, og það þar sem að maður fer að byrja hann árangri, Já. Er þetta eitthvað sem þú hefur stundað í gegnum tíðina? Nei, ég þoli ekki líkamsrækt. Nei. Ég tek út fyrir það. En sem strákur? Nei, ég fór í fótbolta. Ég gerist bara fótboltadómari. Ég fyrir ekki að hlaupast mikið. En síðan uppgötvaði ég þetta CrossFit, Hér finnst mér ég vera að ná árangri. Árangri sem ég einhvern veginn fyrst ég hef aldrei getað náð. 4, 5, 6, 7, 8 og 9 pása. Okkar maður haffyrðingur, gaflar eins og þeir gerast flottastir. Hafið og bátarnir áttu hug hans allan. Það var kallaður Stebbi Bryggjurotta. Og síðan náttúrulega rendi maður sig bara hérna niður brekkuna og hérna niður á bryggju og kynntist trillukörlunum hérna, Já. Og það fyrir mér var algjörlega, var svona lífsbjörg, bara svona life saving, Ég var nýbúinn að fá tölvu, man ég, með nálaprentara og þeir þurftu að merkja fiskinn í körunum til þess að fara með hann á markaðinn og ég fór heim og tók niður nafn og númer á bátunum og setti svona fiskamynd og prentaði út miða og gaf þeim miða til þess að ég geti sett á fiskinn og þetta fannst þeim náttúrulega algjör snilld, Þeir þurftu ekki að vera að skrifa þetta alltaf sjálfur Þannig að ég svona vann mig inn á trillukallanlega hægt og rólega þangað til að einn þeirra sagði, herru, þetta þú verður bara að vera að komast á sjódrengur. Og þá fékk ég svona að fara einn og einn túr með þeim. Í grásleppuna eða? Já, aldrei í grásleppuna. Ég bara leggja þorsknet og í skak og svona og síður á Vestrahraun og svona og alveg út í eldi og köflum, Já. Það endaði þannig að ég fór bara og tók pungaprófið. Já. Hjá Hugo Rasmus. Þannig ég að tala við skipstjóraréttindamann? Já, þú ert að tala þarna við, upp að 30 tonnum, Já, upp að 30 tonnum. Þannig að ég tók sjómennskuna maður. Með trompi? Með trompi. Og ég ætlaði mér alltaf að verða trillukall. Það var raunverulega stóra máli, Það var að eignast sína eigin trillu og vera með sína eigin útgerð. Síðan það sem raunverulega eyðilagði þetta ævintýri fyrir mig voru 9 smábátalögin, eins og ég kallaði það, Þegar allt í einu var verið að fara að setja eitthvað krókaleyfi og einhverjar takmarkanir á strandveiðarnar. Heftingar. Já, heftingar ýmsar og þá fór að þrengja að hjá mönnum og menn fór að missa bátana sína og selja þá og losa sig úr þessu og þá svona datt þessi menning svolítið niður í Hafnarfirðinum, sem að mér þótti alltaf mjög sorgleg. Ég var alveg búinn að spotta hérna út bát sem að maður ætlaði, ég var með augastað á.
Það er ólíku saman að jafna, landsynningurinn sur í Hafnarfirði og heit golan sem hrærir pálmviðagreinarnar vestur í Kaliforníu. Hér rignir hann lárétt en þar aldrei, eða svo gott sem. Kalifornía er frábær staður. Já, það er miklu betra veður þar. Það er töluvert betra veður en hér, já. Það er oft sem að maður saknar þessa, hérna. Það geta staðið einhvern veginn og látið berja á sér rigningunni og rokinu. En það er raunverulega ekkert veður í Kaliforníu. Nei, það er bara gott. Það er bara gott og alltaf eins. Já. Og ef maður sé pálmatrén svona flökta til, sko, þá fyrsta sem maður dettur í hug fór þyrla framhjá eða það er aldrei að þessu komið rok. Svo náttúrulega geta Santa Ana vindarnir orðið ansi kröftugir en þeim fylgja mikli hitar, sko. Já. Og hvernig gekk ykkur í ykkar starfi? Til að byrja með var þetta náttúrulega mjög undarlegt. Við förum náttúrulega þarna út bara með 7 ferðartöskur og 1 íslenskt málverk. Já. Og hérna... Búin að selja allt sem þið áttu hérna heima? Já, seldum allt sem við áttum hérna heima, losuðum okkur við allt og förum hérna út raunverulega þekkjandi engan og vitandi ekkert hvert við vorum að fara. Það var bara ævintýra þráin að komast út. Já. Og við förum þarna út og maður var svona svolítið stóru með sig svona. Þú varst búinn að vera í Latabæ þá? Já, og búið að frumsýna Latabæ og Lati bara þessum tíma var í yfir 100 löndum sýndur. Og þú búinn að vera þekktur við heim? Já, og fékk nánast hvaða fund sem maður vildi fá með hverjum sem var. Út á þetta? Út á þetta og labbaði þarna inn á executive skrifstofunar alveg hægri vinstri og hjá framleiðendum og forstjórum og mætti svona hér er ég. En þá spurðu allir bara and you are... Og ég er Latibær, Glanni Glæpur og það var svona eiginlega bara sagt já, útidyrnar eru þarna vinnur. Og það var svona svolítið áfall að uppgöta það að maður var ekki svona miðpunktur alls í Hollywood til að byrja með. Magnús Scheving er maðurinn að baki hinum stórkostlegu þáttum fólkið í Latabæ. Magnús uppgötaði hins vegar Stefán Karl í háloftunum og var ekkert að tvínóna við það, réði okkar mann á staðnum. Svo hittust við í flugvélinni og spurði hvenær ertu að fljúga heim? Ég sagði ég er að flýga í fyrramálið. Já, ég breyti miðanum og hann breyti miðanum og flög daginn eftir og svo í flugvélinni þá færði hann farþegann sem satt við hliðina á mér í sitt sæti og settist til hliðina á mér og sko hann var á business class og ég var bara aftur í monkey class sko og við hinir hafarnir og þar settist hann og hann sagði mér alla Latabæjarsöguna frá London og heim og svo rétt áður en að við lentum að þá hljóp hann fram og hinn farþeginn kom að setja við hliðina á mér. Rétt áður en við lentum. Svo sá ég Magnús ekkert í 2 mánuði eftir það. Og svo erum við allt í einu komin inn í hið allra helgasta í hinum góða bæ Latabæ, förðunarherbergi þar sem Stefáni Karli er breytt í Glanna Glæp. Nú hérna sjáu þið nú mína aðstöðu, sko. Já. Hérna er þetta sett framan í mér og við kveiki fyrir ykkur ljósin, sko. Og þetta er svakalegt gervi? Já, þetta er svakalegt gervi og það dugar ekkert minna en tannlæknastóll til að sitja þetta framan í mig. Og hvað tekur það langa tíma? Það tekur hérna í þessum stól 2 klukkutíma, eitthvað svoleiðis. Já. Að líma þetta framan í mig og þá kemur þetta sem sagt svona og þetta er límt á mig sem sagt svona og svo er þetta náttúrulega tekið allt í burtu. Og hvernig er tilfinningin að koma ennið sett á svona, sko. Já. Þegar gerfið er komið framan í þig og þú ert komin í búninginn, sko, þá breytist hugsunarhátturinn, sko. Já, hann breytist, sko. Og tennurnar komnar upp í mann og maður er komin í settið, sko. Ég er samt sjálfur alltaf að reyna svona átta mig á því hver hann raunverulega er, sko. Svona dýpst innst inni, sko. Hver er þessi hinn ég? Og hver er hann? Já, nú það er góð spurning, sko. Maður er stöðugt í leit að því hver hann raunverulega er, sko. Hann hlýtur að vera hluti af sjálfu þér. Já, það er nefnilega það sem Mamma þín er sönnuð þess, hún sagði þig glanna svolítinn. Já, akkurat. Við verðum eiginlega bara að spurja hana, sko. Hvort að hún þekki Förum og hittum mömmu.
Já, mamma, Hulda Karen Ólafsdóttir hefur varveitt leiklistasögu sonar síns, geymt leikskrárnar, úrklippurnar, myndirnar. Stefán á marga og flotta leiksigra að baki. Þjónn í súpunni gekk fyrir fullu húsi mánuðum saman. Hann lék líka tansa í litlu hryllingsbúðinni á ógleymanlegan hátt, mannin sem þráir að pína okkur hin. Það er athyglisvert að Stefán Karl leikur gjarnan fúlmenni sem eru þó innst inni blíðlyndir menn. Írska metsöluverkið með fulla vasa af grjóti í Þjóðleikhúsinu, en ferillinn hófst reyndar miklu fyrr. Og þetta er nú hvorki meira en minna en bara fyrsta sem ég leik á sviði. Já, Hérna? já. Og það var Kasper, Jesper og Jónatan. Já. Þessar tvær Það eru ljósmyndir. bara 2 myndir. Þetta er fyrsta leikhlutverkið mitt og þetta er tekið í öldudómsskóla í salnum þar sem Egill Friðleifs var alltaf með. Og svo er það einleikurinn. Hér 1000 eyja sósan eftir Hallgrím Helgason sem hann samdi sérstaklega fyrir Stefán Karl á meðan hann var enn í leiklistaskólanum. Veistu það? Ég hef heyrt að það séu engar súrefnisgrímur hérna uppi. Hann sagði mér að vinur minn sem vinnur hjá flugleiðum, það eru bara súrefnisgrímur á Sagaglass. Bara einhverjar gasgrímur hérna að okkur. Og þeir þarna eru líka með miklu flottari björgunarvesti heldur en við. Hugo Boss. Allt svona brótrið í flaueli og svona. Stefán sló í gegn þar vestra sem Trölli eða The Grinch í verki Theodors Sus Giesel og það á Broadway í New York, takk fyrir. Hann átti varla fyrir farinu til borgarinnar. Dollararnir voru búnir. Við áttum svo lítinn pening sko að ég lenti klukkan 6:30 morgun í New York og svaf bara í vélinni og beið svo bara á Starbucks alveg til klukkan 2 þegar pröfan var og leið og ég opin í pröfunni þá fór ég beint út á flugvöll aftur til þess að fljúga tilbaka. Ég hafði ekki nefna hóteli. Og en á leiðinni út á flugvöll tilbaka þá hringir umbóðsmaðurinn og sagði, herru, þeir vilja sjá þig aftur. Og það var náttúrulega æðislega mikið gleði að fá callback en það þýddi það að ég þurfti að koma annar flugmiða. og þannig að þetta var svona, já, helvítis, já, jú, og er það eitthvað vesen? Nei, ég kem aftur. En það liðu 2 vikur og þá ég náði að vinna mér upp aðeins meiri ör til að fara. Og fór svo aftur og hitti þá leikstjórann og alla og hreppti hnossið. Já. Það voru þarna 300 leikarar hítuna. Og hér er okkar maður í hlutverki Trölla sem stal jólunum og sýningarnar gengið fyrir fullu húsi á 5. ár. Fjöldi sýninga fyrirhugaður meðal annars í Chicago, New York og Detroit. Og hvernig var að upplifa þetta að fá að leika? Það var náttúrulega gríðarlega gaman. Þetta er náttúrulega á þannig skala að þetta er maður hefur aldrei séð hana eins. Og ég Trölli sjálfur. Enn eitt illmennið á listan. Við getum exað það núna. Ég þarf að fara að finna mér nýtt illmenni til að leika. Þú hefur nefnt þar svolítið. Já. Ég er svo góður maður. Ég er svo góð hjartaður. Og við erum orðnir rennandi blautir og aðeins rétt að byrja. Miklu meira af ævintýrinu Stefán Karl eftir andartak. Komiði sæl og blessuð. Stefán Karl varð fyrir þeirri sáru reynslu að vera lagður í einelti sem barn. Reynsla sem því miður allt og margir gangi í gegnum. Sár sem erfitt reynist að græða. Og svo náttúrulega bara kemur þetta á þann stað að þú getur ekki hugsaðar að fara í skólan eða þú getur ekki hugsaðar að vera í kringum þessa krakka og svo búa þessi krakkar í hverfinu hjá þér og það er alveg sama hvar þú ert. Það er alltaf, þau hafa alltaf aðgang að þér, sko. Og þá svona leitar maður á önnur mið og seinna var ég ekkert barnalega bestur og byrjaði að leggja í einelti sjálfur. Þangað til að svona þetta var komið að þeim sársaukamörkum að bara enough is enough, sko. Og maður svona sneri bara blaðinu við og sá að þetta náttúrulega gekk ekki. Og það var ekki raunverulega fyrir en ég hitti Margréti Blöndal heitnu, geðhjúkrunarfræðing, sem var hérna niður á Strandgötu, að ég fer og hitti hana í einn tíma. Ég satt hjá henni í einhverjar 4 klukkustundir held ég fyrsta tíma sem ég fór til hennar. Þar sem hún rakti mér gatnirnar.
að maður fór að uppgöta hvað raunverulega illi því að ég var bæði tilfinningarlega lokaður og með þessa sterku brynju framan á mér, sko. Sneri öll upp í fíflagang og gat aldrei setið kyrr. Og svona, þetta var farið að hafa töluverð áhrif á mig, af því að ég var að byrja í leiklistarskólanum og það voru svona að koma komment frá kennurunum, ég ætti nú kannski aðeins að fara kannski í jóga og vera að benda manni á alls konar leiðir til þess að ná þessu kjarnorkuveri aðeins niður, sko. En leitaðu til hennar? Þá leitaði ég til hennar. Sem í vandræðið? Já, bara leitandi sál, sko, raunverulega. Pantaði tíma? Já, pantaði tíma og fór til hennar og raunverulega sagði bara við henni eins og var. Ég veit ekkert af hverju ég stattur hérna. Ég veit ekkert hvar ég á að byrja eða enda þetta samtal. Nei. Og ég vil nú meina það að hún hafi nú bara hvorki meira en minna en bjargað lífi mínu, þessi kona. Og ef það einhver sem ég sakna verulega, þá það Margrét Blöndal. Okkar maður heldur því fram að hver einasti einstaklingur sé sérstakur og hafi sínar eigin leiðir til að mæta vanda sínum. Ég átti mér 2 afdrep sem að ég fór og hlóð batteríin í einrúmi. Það var annars vegar hérna niður á Bryggju og hins vegar upp í kirkjugarðinum í Hafnarfirði. Og ég fann þar leiði sem var ekki með neitt kross, rétt hjá það sem afi og amma liggja. Og ég fór á þetta leiði einhvern tímann og í brjáluðu veðri. Og klæddi mig upp og fór og lagðist á þetta leiði. Og byrjaði að tala við þessa manneskju sem að ég bjó mér til í huganum að lægi þarna. Og við þessa manneskju ræddi ég raunverulega bara allt sem ég þurfti að ræða. Og þangað til að Margrét Blöndal raunverulega kemur til sögunar. Og hvað haldið þið? Stefán Karl er ekki aðeins með skipstjórnarréttindi, heldur er hann einnig með flugskírteini upp á vasann. Við erum að tala um flugmann með háloftadellu á alvarlegu stigi. Já, þetta er bara svona baktería sem hefur alltaf einhvern veginn verið í mér. Það er að fljúga í háloftunum, sigla út á hafi og vera einhvers staðar annars staðar en heima hjá mér. En þessar vélar eru ótrúlega skemmtilegar og þú getur lent þessu á litlum flugvöllum og svo framvegis. Þetta er alveg gríðarlega þægilegt. Náttúrulega alveg agalegt að gera manni þetta, nú fæ ég bakteríuna aftur, sko. En aftur í þann góða bæ, Latabæ, þar sem unnið er dag og nótt að velferð barna þessa heims. Og svo erum við komin á bannsvæði, sjálft upptökuverið, þar sem þættirnir verða til. No cameras, please. En þið megið koma að því að þið eru með mér, sko. Glanni. Takk. Já. Hérna sjáum þið fyrir aftan heimili Glanna, sko. Já. Það er nú ekkert spennandi kannski að koma hérna fyrir hornið og sjá heimilið, sko. Þetta er alls vegar og hérna er náttúrulega orgelið hans. Hérna er orgelið hans Glanna. Það er náttúrulega ekki hægt að vera illmenni nema að eiga pípuorgel. Góður. Og hérna sér Glanni hvað er að gerast, sko. Í Latabæ. Hér ræður sýndarveruleikinn ríkjum, sjónhverfingar sem okkur flestum er ekki gert að skilja, skýjaborgir. En hérna síðan eru sett upp húsinn og allt saman, sko. Þetta er það sem þú kallar green screen. Já, green screen. Og bara eitt sá stærsti sem ég sé allavega. Já. Í Dölargerfi! Gammaldags. Gammaldagsara. Gammaldagssassara. Fullkomið. Bjóðu velkominn ruslakallinn. Þú ert með svakalega stór eyru. Það er svo ég geti heyrt betur, Jón minn.
Þú ert líka með svakalega stóra höku. Já, mjög. Og var það þetta sem Magnús féll fyrir eða hvað? Eða voru það hæfileikar þínir? Að hluta til, ég held að það sé meira eyrun. Og ég get líka hreyft þau, svona ægilega skemmtilega. Já. Þetta flogið tekist á loft. En þau eru stór hluti og hakan af þessum persónuleika. Sjálfsögðu, já. Og ég hitti einu sinni lækni sem að því ég er með sko tvöfaldan eyrnasnepil hérna megin sko. Já. Það getur maður fórið til læknis og hérna út af einhverju allt öðru, hálsnef og eyrna eða eitthvað kvef sko. Já. Þetta er svona ægilega smekklega, en ég er með 3 eyrnasnepla. Já, og hvað sagði læknirinn? Og læknirinn talaði við mig og svona og skrifaði eitthvað resept fyrir einhverju kvefi sem að ég átti. Svo horfði hann á mig og sagði, þú veist það, Stefán, að það er ekkert mál að ég get tekið eyrun aftur og ef þú vilt og ég get losaði við þennan eyrnasnepil þarna sem þú með aukalega ef þú vilt, sagði hann. Ég sagði, já, ef þú ekki bara panta okkur aðgerð saman og þú lætur minnka á þig nefið. Við hljótum að fá 2 fyrir 1. En nei, ég mókaðist endar ekkert við að mér þótti það ákærlega fyndið. En já, þetta er alltaf mann hluti af... Þetta er þú. Þetta er ég og það er bara til einn ég. Við viljum hafa þig eins og þú ert. Þakka þér. Allt í lagi. Þú lofaðir að tala ekkert eyrun. Þetta er svona... Og hér er annar heimur. Já, hérna kemur... Hér eru heimili krakkana, til dæmis Goggi Mega, hann á heima hér. Fyrir tæpum 10 árum þegar Nickelodeon sjónvarpsstöðin tók Latabæjarþættina til sýninga var strax horft á þá á tæplega 90 milljónum heimila og árin líða. Til mín kom daginn par með lítið barn, nýfætt barn í Nóatúni. Þar sem ég var að versla og þau komu upp að mér og vildu þakka mér innilega fyrir allt það sem ég hef gert í Latabæ og ég sem með mér ekki er nýfætt barnið farið að horfa á þetta, þá sögðu, nei, við horfum svo mikið á þetta þegar við vorum börn. Og þá hugsaði með mér, já, nú kannski er maður að byrja að eldast. Þannig að það var svolítið erfitt moment. Það var erfitt að kyngja í bílunum við. Nú hringir Magnús. Nú hringir, já, eða hver ætli sig að hringja? Já, henni. Nei, þetta var reyndar ekki Magnús Geving sjálfur, en hér er hins vegar komin enga geimskutlan sem geimálfurinn Magnús skýst í til að redda heimsins börnum. Og svo kemur mataræðið. Þetta er allt í einhverjum hollustu... Já, það hefur verið að... Hollustu vörum. Verið að reyna að kenna börnum í dag að borða almennilegt fæði. Fæði í dag er náttúrulega, sko, eins og var alltaf satt, sko, an apple a day keeps the doctor away. Einhver sagði, já, miðað við hvernig epli eru framleidd í dag, þá var það, sko, 10 apples a day keeps the doctor away. Því að það er náttúrulega alltaf verið að rækta þetta með alls konar áburði og ég veit ekki hvað til að fá hraðari uppsprettu, sko. Og það er bara verið að stökkbreyta mataræði hjá fólki í dag. Allt þetta snýst allt saman að grípa sér eitthvað í einhverju lúfu einhvers staðar og henda þessu í sig og meðan að maður keyrir. Stundum finnst mér á þessum dögum sem við höfum verið að ræða saman að þú búir yfir svona ákveðinni þunglyndislegri afstöðu til samfélagsins og heimsins. Hvernig sér þú þetta? Ertu þungur yfir þessu? Nei, ég held að ég sé nú ekki haldið neitt í þunglyndislegri afstöðu. Eða svona heimssársauka? Já, ég finn mjög til með fólki sem finnur til. Og það er engin ástæða... Þú stofnar heilu samtökin. Það er engin ástæða til að láta sig líða illa, Jón. Það er engin ástæða. Það er... Þegar ég kom hérna heim núna í byrjun febrúar og fór að lesa blöðin hérna til dæmis og svona kommentakerfið í blöðunum og allt þetta. Það var raunverulega sko 90–95% af fréttum og þessum kommentum sem fólk er að gera er bara neikvæðni.
Og svo þegar maður fer að rýna í þessa reiði og neikvæðni alla, þá verður maður svo reiður yfir þessari reiði. Og af því að það er svo auðvelt að láta sér líða vel. Og eins og ég sagði við þig að svona virkja þessa reiði og þetta að manni finnist að á manni hafi verið brotið. Virkja það til jákvæðra hluta. Og Latibær til dæmis mjög gott dæmi eitthvað sko, og Magnús Scheving eitthvað sem að situr ekki bara aðgerðalaus og fussar og sveigjar yfir því hvað fólk að fitna og allt það heldur gerir eitthvað í því. Þú gerir eitthvað í því líka? Ég reyndi það og reyni og mun ekkert gefast upp. Og sama held ég að segja og klárlega einhvern eins og Magnús. Og þetta snýst að taka þetta allan þennan kraft. Ég hugsaði allar orkuna sem fer í að vera svona reiður. Og svo fá gæjast inn í einkasvítu okkar manns þar sem hann teygir úr sér milli atriða. Og það er ekkert meina. Hér er litla svítan mín. Hérna geturðu grátið þegar þú búin að taka niður grímuna. Já, hér grætur maður krókódílatárum. Stefán Karl fær þúsundir bréfa og sendinga frá aðdáendum vítt og breitt heiminn. Nú, ég hef fengið líka bréf og ljósmyndir frá mæðrum, einstæðum mæðrum, þar sem það sitja svona á gæru og í korsilettinum svona. Já. Halda börnunum og segja þessi #1 fan. Hvernig bregst maður við slíku? Við erum með sérstakann tætara fyrir það hérna uppi. Þetta lítur að vera svona kitlandi fyrir litla egóið. Já, alveg hreint klárlega litli Hafnfirðingurinn. Kominn á blað. Litli einelti Hafnfirðingurinn kominn á blað einhvers Nei, það er vissulega mjög gaman og sérstök tilfinning. Þetta er samband við þá sem horfa. Já, þetta er svona interaktíft svolítið orðið. En mér finnst þetta alveg rosalega skemmtilegt og raunverulega svona það sem að gerir þetta starf svona gefandi eins og það raunverulega er. Að svona margir skuli vera svona glaðir yfir því sem að maður er að gera. Það er alveg, hvatningin skiptir miklu máli. Og næst, eftir Hermann Stefán Karl Stefánsson, gjörðu svo vel. Gleymum mér í mengunum, verður þátttakandi í sögunum, Ég hef aldrei lagt þetta fyrir mig sem atvinnu og ætlaði aldrei að gera það. Hver er bestur hjá þér? Já, ég ætla að segja nú ekki hann Jónas Jónasson heitinn. Blessuð sé minning hans. Blessuð sé minning mín með Georgi mínum tæknimanni. En ég hermdi nú eftir Jónasi fyrir framan hann og fór í eina 3 þætti til hans. Og þar bauð hann mér að afkynna þáttinn Passið ykkur á myrkrinu. Og það var mjög gaman, Jónas leyfði mér að afkynna sem hann. Sætt af honum. Já, mjög. Og svona fekk svona hans blessun fyrir því að mega svona mega herma eftir honum. En svo náttúrulega ég það ekki Erlingur Gíslason náttúrulega ég stundum reynda ná honum. Og svona hinum að þessum annars hérna eins og ég segi sko ég hef aldrei lagt það fyrir mig að þetta hefur aldrei verið mín atvinna, en það er svona við og við. Stefán hermdi þessum hérna. Talaði eins og Gylfi Ægisson, syngdi eins og Björn Jörundur. Og svona, kemur svona svolítið eftir pöntun þegar fólk í kringum er komið á 3. glas. Skjóttir allir ein, skjóttir allir að, skjóttir allir ein. Stefán Karl er maðurinn að baki Regnbogabarna sem hann stofnaði ásamt öðru góðu fólki, samtök sem berjast gegn einelti. Hann segist þekkja það á eigin skinni, bæði verið þolandi og gerandi. Regnbogabörn byrjuðu raunverulega sko við eldhúsborðið heima hjá bróður mínum og mákonu, Steinunni Jókonu, þar sem að vinkona hennar kemur í heimsókn með dóttur sína og þetta er fyrir hádegi og virkum degi, við spyrum okkur ekki barni í skóla og hún hafði ekki viljað fara í skólan og við fyrir svona að ræða þessi mál, þessi eineltismál. Dótturinn varð fyrir einelti og við ræðum þetta fram og tilbaka og ég
Og ég man eftir því, ég stóð upp 2 tímum seinna, eitthvað svoleiðis, labbaði út í bíl og keyrði rakleiðis upp í skóla, þennan viðkomandi skóla sem að þessi kona var að tala og fór inn og talaði við skólastjórann og sagði hérna, mætti ég fara inn í tíma hjá krökkunum og ræða við þau einelti. Bara svona maður við mann, ræða bara við þau á mannamáli. Og það skipti einhver tóm og hún bara tók masterlykilinn af kippunni og rétti mér og sagði bara gjör svo vel. Bara, passaði bara að loka á eftir þér, sko. Já. Og það var og. Ég fór inn í hvern einasta tíma í skólanum, í 2 daga, eða 2 eða 3 daga, og ræddi við bekkina. Og það sem ég gerði var, ég sendi kennara fram. Ég sagði, farð þú bara fram og fóðu kaffi. Og svo ræddi ég bara við krakkana bara á mannamáli. Og spurði þau út í þetta. Og leið og kennarum við farið fram, þá opnuðu börnin sig alveg leið. Og fram kom bara að það var grassirandi einelti og þau hérna voru mjög svona meðtækileg. Og varstu með einhverja... Ég hafði enga hugmynd hvað ég var að gera. Ég hafði enga hugmynd hvað ég ætlaði að gera. Ég bara fékk nóg, raunverulega. Og þetta varð svona, ég svona fór svolítið í víking bara með þetta og síðan... Var þetta reiðin í þér eða? Já, þetta var raunverulega reiðin gagnvart aðgerðaleysinu og gagnvart þeirri staðreynd að við erum svo lítið samfélag að svona á ekki að grassera. Er ekki hægt að minnka einelti þá? Ég tel að það sé klárlega hægt að minnka einelti. Og það gerist fyrst og fremst og byrjar og endar heima hjá okkur. Ef þú horfir á fjölskylduna og börnin þín, þau náttúrulega læra það sem fyrir þeim er haft. Það er náttúrulega alveg klárt mál. Að skoða fyrst og fremst hvernig talað er annað fólk á heimilinu. Og að hluti séu ekki aksepteraðar á heimilinu eins og til dæmis uppnefni. Og nýð annað fólk sem að því miður er svona svolítið svona þjóðaríþrótt okkar Íslendinga. Mér var alltaf sagt þegar ég var lítill, þú getur aldrei orðið leikari. Þú verður aldrei, þú munt aldrei ná markmiðum þínum. Hver sagði þetta? Það voru bæði kennarar og aðrir nemendur, jafnvel fólk innan fjölskyldunar. Sem að höfðu enga trú af þessum ofvirka, lesblinda aumingja. Og ég man alltaf eftir því einu sinni að ég sagði til dæmis einhvern tímann við íþróttakennara minn, einhvern tímann þegar við höfum átt einhverja rimmu. Ég sagði, þú átt ekki að skamma mig þegar ég var farin að leika upp á stóra sviði Þjóðleikhússins. En hann var nú fyrsti maðurinn til að hringja í mig og taka í hendina á mér og óska mig til hamingju með það. Góður. En ég einhvern veginn var staðráðinn í því að ég skildi ekki láta neitt stoppa mig og ég er þannig enn þetta í dag. Ég reyni að kenna mínum börnum það. Að láta ekkert stoppa þig. Fyrir sagt allt þetta sjálfa þig og ekki láta stoppa þig. Láta ekki stoppa þig.